Sæl og blessuð, velkomin í hlaðvarpi Styrktarþjálfarinn. Í dag þáttur 4 og gestur þáttarins Kári Sveinsson sem styrktarþjálfari Häcken í Svíþjóð sem eru Svíþjóðameistararnir ásamt því að sinna verkefni fyrir KSÍ sem fitness og sjúkraþjálfari hjá U21 landsliðinu. Þið sem hafi kannski fylgt með mér og fylgt mér í gegnum tíðina á samfélagsmiðlum hafi tekið eftir því að í síðustu viku kom tilkynning að ég ákvað að skipta félag. Eftir 5 ár með Víking þá ákvað ég að færa mig yfir til uppeldisfélagsins míns, KR, og verð þar næstu 3 árin allavegna og hlakka mjög mikið að takast á við það verkefni sem framundan þar og að búa til aftur KR eins og KR að vera alvöru unit sem að berjast og það sem við erum með svona ákveðið physicality og auðvitað physicality kannski mitt DNA og mitt svona fingrafar á því sem í gangi eins og má sjá á Víkingsliðinu. Ég hef heldur betur náð að setja svona mitt fingrafar á physicality hjá því félagi. En aftur á móti, það skiptir ekki öllu máli að blaðra mig allan dag, þetta bara ég ætla að tilkynna það, þetta hefði átt sér stað í síðustu viku að ég ákvað að skipta félag. En núna ætlum við að fara í þátt 4 en áður við förum að tala við Kára og þið verður kannski að afsaka smá hljóðgæðin á þessu samtali. Við tökum þetta upp í gegnum Zoom og þetta fyrst skipti sem ég nota Zoom bara síðan í COVID. Ég fekk gjörsamlega algjört ofnæmi fyrir þessu forriti á sínum tíma þegar maður var að gera einhverja bullshit heimaæfingar í gegnum tölvuna. Jesús, hvað var leiðilegt maður. En aftur á móti þá kom að því að kynna okkar samstarfsaðila og við höldum áfram að hafa þessa 3 frábæru aðila með okkur í liði sem eru fitnessport og eins og við höfum verið að tala þá það Wow Hydrate sem þeirra fullkomni drykkur sem henda við öll tilefni sem stútfullur af söltum og steinefnum og líka fullur af vítamínum og þar á meðal D-vítamínum sem mjög mikilvægt fyrir okkur Íslendinga að fá, sérstaklega á tímum eins og núna þar sem bara skýjað og myrkur nánast allan sólarhringinn og engin sól. Einnig eru með high five vörurnar sem hágæða vara sem henta vel fyrir íþróttafólk og í vörulínu hjá þeim að finna kolvetnablöndur, orkugil og sölt og eins og áður hefur verið sagt þá skiptir það mjög miklu máli að líkami fái rétt eldsneyti þegar við erum að performa í leikjum og því gott að hafa eins og high five orkugil við hendina í hálfleik því að dýrmætt orka í hálfleik getur gefið ákveðið orku sem við nýtum ennþá betur þegar við komum inn á völlinn í seinni hálfleik. Unbroken einn af 4 stærstu styrktaraðilum bestu deildarinnar og ég svo heppinn að þá með mér í liði í styrktarþjálfaranum líka og virkni Unbroken margþætt og þú getur notað til að fá jafna orku við daginn sem og orku fyrir æfingar eða aðrar athafnir og það sem Unbroken líklegast þekktust fyrir hröð endurheimt. Unbroken tekur ferskt og heilt prótín úr laxi og það sem gerir Unbroken sérstakt og einstakt notkun náttúrulegs ensím laxins til að brjóta niður prótínsameindir sem líki þá eftir eðlilegri meltingu mannsins. Og líkaminn eyðir lítilli sem engri orku í meltingu á Unbroken og því hefst virknin einungis nokkrum mínútum eftir inntöku. Steinefni og vítamín í Unbroken styrkja ónæmiskerfið og veita orku og efla heilastarfsemina eins og B12, zink, selen, prólín og svo þetta engin gerfisykur og ekkert koffín. Þriðji styrktaraðilinn okkar í styrktarþjálfaranum það eru Biobú sem matvöruframleiðandi sem sérhæfir sig í lífrænt unninni vöru. Og það sem ég hef verið að borða núna á bulk seasonin eða off seasonin eins og flesti kannski fótboltamennur í þá ég svona smá kannski líka að detti í sama pakka í mínum æfingum og mínum mataræði þá hef ég verið að elska nautakjöti frá þeim. Ég hef verið að fá með hamborgaran frá þeim, ég fikk með kjötbólluta frá þeim og ég hef líka verið að fá með hakki frá þeim og þetta bara geggjað kjöt. Ég mæli hiklaust með því að þið fáið ykkur kjötvörurnar frá Biobús sem eru þetta bara lífrænt ræktaðar, sem sagt það gefið nautgripunum lífrænt ræktuð fæða og það sem líka frá Biobú eru mjólkurvörurnar sem eru stórkostlegar. Gríska jógúrti henta einmitt líka núna á bulk tímabilinu og svo bara líka mjög fínt fyrir krakkana að fá þessa blessuðu mjólk úr jógúrtunni þeirra eða bara hreinlega mjólkin sjálf sem hærri í fitusýrum og líka með miklu meira CLA, sem sagt fitusýrunni. Ég vil þakka þessum samstarfsaðilum fyrir frábær samstarf og nóg að því, nú förum við að tala við hann Kára Sveinsson. Já, blessaði Kári. Blessaði Gauði. Ég góður þú sjálfur. Bara ljómandi, léttur og ljúfur. Þú ert komin aftur til Svíþjóðar eftir að vera í Litáen?
Já, mætti eldsnemma í morgun, fekk lítinn svefn eftir sigurleikinn í gær, en er ekki einlega, maður jafna sig þessu. Já, góður sigur. Voruð að spila í Kaunas, eða? Við vorum að spila í litlum bæ rétt fyrir utan Kaunas sem heitir Jónóva, held ég alveg örugglega. Ok. Og spiluðum þar á fínasta velli á móti bara frekar sterkur liði Litva og sterkur sigur sem við náum að knífa þar. Mikið af tilfinningum og nokkur rauð spjöld og nokkur gul, þannig að þetta var bara stuð, sko. Rauð spjöld í þessu? Já. Hvernig fórst það fram hjá mér? Eitt á hvort lið, þannig að það var hitt í þessu. Það er hluta þessu. En heyrðu, þú ert komin núna í þáttinn til mín, styrktarþjálfarinn, og við ætlum að ræða eins hlutverk þitt hjá þínu félagi út í Svíþjóð, Häcken. Yes, sir. Og hvenær fórst þú þangað og hvað er svona þitt hlutverk þar í dag? Ég flutti hingað út með konu minni og barni í ágúst í fyrra og aðaldrifkrafturinn á bak við það var nú konan af því að hún er í meistaranámi sem sagt við háskólann hérna í Gautaborg og ég þurfti þá að finna mér eitthvað að gera hérna í Gautaborg á meðan. Eitthvað að gera? Já. Og komst í þá kontakt við BK Häcken og það voru alls konar viðtöl áður en við mættum og heimsókn og svona. Og þeim leist nóg vel á mig þannig að þeir gáfu mér sénsinn á að byrja svolítið með akademíunni í september í fyrra. Já. Og þá var ég ráðinn inn sem sagt yfirstyrktarþjálfari og sjúkraþjálfari fyrir akademíuna. Og átti þá svona að vera maðurinn á bak við það sem væri að stýra einhvers konar rauðum þræði í gegnum akademíuna hvað var að styrktarþjálfun og hafa ákveðna yfirsýn yfir sjúkraþjálfunina. Já. Og það gekk svona ljómandi vel að ég var síðan bara hækkaður í status upp til aðalliðsins núna í desember. Þannig að það gekk hraðar heldur en ég átti von á. Ég hafði alltaf markmið að kannski komast þarna á 1 til 2 árum, en þeir voru bara ánægðir með verkið og ég var raun og veru líka svolítið heppinn með það að það losnaði svolítið staðan fyrir mig, sko. Já, frábært. Ég gekk beint upp í það, þannig að núna er titillinn minn sem sagt sjúkraþjálfari og styrktarþjálfari aðalliðsins. Ég er einn af 2 sjúkraþjálfurum og við erum sem sagt í svona teymisvinnu hérna, en ég sinni ennþá svona yfirsýn styrktarþjálfunar yfir akademíunni. Já, frábært. Og ertu þá með annað styrktarþjálfari í aðalliðinu? Já, við erum sem sagt, við erum 2 þar. Það er ég og svo maður sem heitir Jordi González sem er titlaður sem Head of Performance. Okay. Þannig að ég og hann vinnum mjög náið saman og síðan er hinn sjúkraþjálfarinn sem vinnur með okkur, hann heitir Martin. Og við svona deilum svolítið álaginu yfir sísonið. Þetta er náttúrulega hellingur af leikjum og sérstaklega núna þegar við komum inn í Evrópudeildina. Heldur betur, það er bara spennandi og skemmtilegt. Algjörlega, og svo er bara gott, maður finnur það að það er gott að hafa teymi í kringum þetta. 100%. Eins og hvernig bara landsliðið er heima þegar oft einn maður með mörg störf að það bara verður svolítið erfitt, sko. Og drukkna svolítið í eigin hugsunum oft á tíðin líka, sko. Algjörlega, maður ætlar að gera allt 100% og einhvern veginn fer allt bara þá áfram á 70% hraða, sko. Nákvæmlega. En þannig var svona svolítið innganga mín inn í klúbbinn og þetta hefur bara gengið fínt hingað til. Frábær reynsla fyrir mig og ég er búinn að alveg þróast hellingsbæði sem sjúkraþjálfari og styrktarþjálfari eftir þetta og ég svona bjóst ekki við því að ég myndi taka svona stór skref sem svona styrktarþjálfari við þetta af því ég er nú lærður sjúkraþjálfari og styrktarþjálfarinn hefur alltaf verið svona bara pínu side gig sko með því en síðan finnum maður núna bara hversu ótrúlega náið þetta er og það er raun og bara mjög stórt svæði, þannig grátt svæði á milli sem er bara nákvæmlega sami hluturinn í sjúkraþjálfun og styrktarþjálfun, sko. 100%, þú átt að brúa bílarn á milli öðru hvoru megin við línuna. Algjörlega. Og þetta er líka helst rosalega í hendur, sko. Algjörlega, og ég held að það hefur líka verið svolítið ástæðan fyrir ég að tekin inn að ég gat sinnt báðum, sko, báðum hlutverkum.
og ég held að klúbburinn hafi fílað það svolítið og maður sér þetta í mörgum stórum klúbbum að það eru sjúkraþjálfarar með einhvers konar styrktarþjálfara bakgrunn að koma inn og sinna stórum hlutverkum sko. Þannig að þetta gæti svolítið verið bara sýnin fram á við sko, í allavega þessu umhverfi. Nákvæmlega. En svona leiðið þín áður þú kemur hérna út og fer með konunni og hún í nám og þú dettur á þetta frábæra tækifæri sem kemst í gegnum. Hver svona þinn ferill og hvernig hann þróast og mótast að þessu skrefi? Og hann er svolítið áhugaverður, mikið af U-beyjum og alls konar fram og tilbakaferðum. Ég sem sagt, ég byrjaði í fótbolta ungur sjálfur og spilaði með Víking og uppalinn þar, þannig að Víkingur er minn heimaklúbbur. Jæja. Og síðan svona þegar maður var kominn nær meistaraflokknum og þá fann maður að það var svolítið erfitt að fá einhverja athygli frá sjúkraþjálfara því að það bara tímandi voru bara þannig að það var ekki gott aðgengi að þeim. Við höfðum náttúrulega alltaf einn en hann kom ekkert alltaf á æfingar og svona þannig að maður þurfti svolítið að bjarga sig sjálfur og þá kviknaði svolítið áhuginn fyrir bara meiðslaforvörnum og hvernig maður ætti að sinna þessu sjálfur. Og síðan árið 2013 þá fékk ég tækifæri til að fara út í háskólanám í Bandaríkjunum á fótboltastyrk og fór þá að læra þar sports medicine eða það sem líka titlað sem athletic training úti. Já. Og fór þangað út, fór í sveitasæluna í Tennessee. Í skóla sem heitir King University og kláraði þar 4 ár og ætlaði að halda áfram í master þar en síðan fekk ég bara einhverja ægilega heimþrá þarna á seinasta ári þannig að ég ákvað að koma heim og prófaði að heyra í Háskóla Íslands og sjá hvort ég geti komist eitthvað inn í sjúkraþjálfunina heima því að þá var kerfið búið að breytast yfir í þetta 3+2 af BS plus master. Þannig að ég fór aðeins að semja við námsbrautastjóra þar og svona sjá hvað ég geti fengið metið og hvað vantaði upp á. Og það gekk bara svona allt í lagi upp, eitthvað metið en eitthvað sem að þeim fannst svolítið ábótavant. Þannig að ég tók þar þá svona svolítið milli ár bara í að sanka að mér þessum kursum sem vantaði og gat síðan byrjað í masternum árið 2018. Í sjúkraþjálfun. En með þessari sem sagt sports medicine gráðu úti í Bandaríkjunum þá tók ég líka styrktarþjálfun með því. Og þannig ég náði að hlaða svolítið á mig þar af kursum sem bara gott að blessa það og ég bara er mjög þakklátur að ég hafi gert það á sínum tíma. Og síðan þegar ég var byrjaður í sem sagt, nú er ég að hoppa svolítið fram og tilbaka, en þegar ég var byrjaður í mastersnáminu sem sagt heima að þá fekk ég tækifæri bæði til að vinna með fótboltaliðum, þá aðalega Haukum í fótbolta. Fekk það gigg í gegnum góðan félagi minn Ellert Inga sem er svolítið að baksa þarna í stjórninni hjá Haukum. Og á sama tíma var ég líka að fá að komast inn hjá Spörtu. Þannig að ég fekk svona svolítið að komast inn í styrktarþjálfaraumhverfið heima svolítið í gegnum Spörtu og bara frábært tækifæri fyrir mig, segi ég, og bara lærði helling af Fannari og lærði helling af öllum sem sagt einkaþjálfarunum og öllum hinum þjálfarunum sem voru þarna líka, Gumma og Hemma og öllum þeim. Og þetta var bara rosa skemmtilegt og þetta einhvern veginn funkraði allt með náminu. Svona nokkurn veginn, það var svona stundum svolítið langi dagar en það er bara partur af þessu. Það er hluti af þessu. Og já, svo bara þróaðist það áfram og ég kláraði masterinn 2020 og fór þá bara að vinna á Atlas endurhæfingu hjá Robba Mag og Pétri. Og þar svona bara fór maður að sökkva sér miklu meira náttúrulega í sjúkraþjálfunina og styrktarþjálfunin fór svona aðeins til hliðar. Ég hætti í Spörtu, ég var alltaf með einhverja einstaka tíma. En það var svolítið erfitt að sleppa því alveg strax. Og síðan kom þá, eftir það í gegnum Robba, þá kom tækifærið að vinna með FH. Meistaraflokki FH í fótbolta, Galla. Og þar var ég að vinna með hann og Jóa, sem var nú í fyrsta þætti hjá þér. Og það var svolítið skemmtilegt og gaman að vinna með honum. Já. Og síðan bara, já, á miðju tímabili 2022 þegar að svona, það var aðeins að súrnaði hjá þeim gamanið, sko.
að þá hoppaði ég bara frá sökkvandi skipi og fór í toppbarátuna í Svíþjóð. Fórst þú sökkvandi skip í bara, hvað segir maður, í hæðirnar þar? Já, og þar tókum við titilinn sko, þannig að þetta var svona smá svart og hvítt en ótrúlega skemmtilegt og bara frábært verkefni fyrir mig sko. Nákvæmlega gaman að hoppa inn í þetta umhverfi akkurat á þessum tímapunkti sko, þegar velgengni í gangi þar sko, æðislegt. Bara geggja sko og gaman akkurat eins og þú segir að koma inn á tíma þess að klúbburinn er núna bara í stöðugum vexti sko. Þannig að þetta hefur alltaf verið svolítið litli klúbburinn í Gautaborg sko. Það er svolítið staðan. Nú er akkurat nú er hinn klúbburinn í smá ströggli. Hann alltaf var í ekki botnbaráttu, hann var samt alveg í neðri hlutanum senast ég kíkti á töfluna. Ég veit ekki alveg hvernig staðan er núna. Ég algjörlega, það er rétt. Þeir skiptum þjálfara á miðjusísoni og hann hefur svona náð að rétta hans á kútnum og þeir eru farnir að allavega halda hreinu. Já. Þess að koma sér í gang og það eru tveir Íslendingar sem eru að spila núna, maður er aðeins í kontakti við þá. Já. Adam var einmitt í hópnum Adam var að markmaður hjá þeim og markmaður í landsliðinu, hann var í hópnum núna í Litháen sko, þannig að gott að geta spjallað hans við hann og tekið status á hann. Já, þannig að þú fékkst bara félaga til að ferðast með alla leið. Já, svo var Andri Fannar sem spilaði í Elfsborg, við ferðumst líka, þannig að þetta var gott tríó. Algjörlega. En hvernig svona byggir þú þína hugmyndafræði inn í styrktarþjálfara verkefnið þitt? Sko, fyrst og fremst hugsa ég út frá svona preventative aðferðum. Það er alltaf basið hjá mér. Og það er alltaf grunnurinn á hverju prísísoni, þá er það bara fókusinn á excentriskar æfingar, isometriskar æfingar, stjórnun og bara, að læra svolítið inn á íþróttamannin og síðan þegar maður fer að komast nær sísoni þá fer maður aðeins að bæta í powerið og snerpu og allt svoleiðis. En þetta er búið að þróast alveg fram og tilbaka hjá mér núna seinustu 2 árin myndi ég segja og hvað þá núna seinustu 6, 7, 8 mánuðina sko eftir að ég kom hingað út, þá var maður búinn að læra alveg helling og svona fá svolítið nýja sýn á þetta og mjög þakkláttur að byrja að vinna með honum Jordi sem er head of performance hjá okkur. Hann var í Sandefjörð áður en hann kom hingað, þannig að það er mögulega einhver tengsl þarna við hann fyrir viðmælandinn hann Arnór. Já. Og þar er maður búinn að fá svona nýjar hugmyndir, nýja pælingar, svona meiri kannski þá hvað varðar þjálfuna út af velli. Já. Og síðan bara, hvað maður að segja, bara síðan hefur þetta þróast eftir því sem maður hefur verið að leita eftir einhverjum rannsóknum eða jafnvel bara fengi einhvern innblástur frá sko vídeóum á netinu sko. Það er eins og einhver gerist. Ja, algjörlega. Þannig að en fyrst og fremst svona til að summa þetta þá gengur þetta bara út á það að vera með einhvers konar preventative aðferðir, eða fyrirbyggjandi aðferðir eins og heitir nú á íslensku og bara passa það að við erum með sem flesta heila fyrir átökin sem við erum að fara í sko. Já, basically snýst availability þegar kemur að því sko. Algjörlega. Tekur þú þátt í álagsstýringunni og uppbyggingunni á æfingavikunni með þjálfarateyminu eða? Já, ég hjálpa aðeins til þetta. Jordi er með svona grunninn og hann kom svolítið með það inn í félagið, hvernig við byggjum upp æfingavikuna og þá er það svolítið svipa kannski og margir klúbbar að vinna eftir núna. Þá erum við alltaf með frí daginn eftir leik, matchday plus 2, þá er það svokallað activation og út á velli þá þýðir það löng og góð uppbytun, einhvers konar preventative aðgerðir þar, svona bara stignun upp í vikuna, við byrjum þá bara á auðveldasta deginum okkar og hvað var það pre-gym og svona eftir æfingu gym link að þá erum við aðalega að fókusera bara á hreyfimynstur, mikið af einhvers konar core pælingum og bara svona koma svolítið mönnum í gang. Já. Síðan þá er matchday plus 3 eða -4, það er þá bara styrktardagurinn okkar. Nákvæmlega. Þar förum við í stuttspil, stefnubreytingar, við erum mikið að pæla þá í stefnubreytingum þar.
og þá gymlinkurinn og bæði pre-gymið og þá það hugsa meira sem svona bara pjúra styrkur. Núna erum við á þeim fasa í tímabilinu að við þurfum kannski bara meira viðhalda. Þannig að við erum að keyra bara á fáum repum en erum að reyna að keyra svona á minnstakosti 70% plus af one rep max efforti. Þannig að við erum að fá snöggar hreyfingar, þungar hreyfingar en alltaf fá rep og góða hvíldamilli. High force, high velocity movements. Nákvæmlega. Og við erum svolítið líka mikið að vinna með bara kontrast, methodið French kontrast. Þannig að við kúplum það með einhvers konar explosive bodyweight eða svona assisted hreyfingu, hvort sem það banded jumps eða whatever, sko. Aðstæðan góð hjá okkur? Hún fín. Við erum svolítið við erum á 9 æfingasvæði sem var byggt 2020, frekar en 21 langar maður að segja. Já. Og þar erum við með sem sagt allt í lagi gym. Mér finnst það hefði mátt vera aðeins betur uppsett. En ég svona aðeins að spjalla við yfirmennina og sjá hvað við getum fengið nýtt inn og hvort við getum ekki bara hent út einhverjum svona svolítið gömlum og úreltum tækjum. Og síðan erum við með svona lítinn sal á öðrum stað á svæðinu sem oft notaður líka í pre-activation, en oft líka bara undir jóga og svona einhvers konar slökunaraðferðir. En það svona ýmis tæki sem mætti henda út hjá okkur, en svona yfir það heila þá myndi ég segja að við værum bara á þokkalegum stað. Og ég búinn að setja fram lítinn innkaupalista yfir það tæki sem ég vil fá fyrir næsta season og svo bara sjá hvað peningum þeim tíma í mig, sko. Þetta hendi ykkur þessum Evrópupening í þig, halló? Já, einmitt, segðu, búin að selja hotliðið okkar líka, þannig að hlýtur eftir að fá eitthvað. 100.000 evrur, sko. Einmitt. 500.000 evrur plus, sko, eða ekki meira í Evrópudeildinni. Þetta conference league tölunar, sko. Jú, það eitthvað meira. Ég ekki alveg með summuna á hreinu, sko, en það góð summa með hverju umferð, sko. Nákvæmlega. En já, þú ert líka á 21. landsliðinu. Já, mikið rétt. Þú ert þar að sinna hverju? Ertu bara sjúkraþjálfari þar? Ertu að sjá einhverja fitnesspælingar þar líka? Þar hlutverkið mitt bara svolítið svipað eins og hjá Hekken. Þar ég svona hybrid af sjúkra- og styrktarþjálfara. Við erum alltaf 2 sjúkraþjálfarar. Það eru Trausti og Valgeir sem eru með mér í teymi þar, top menn. En síðan sé ég svolítið þá upphitununa og ef það eitthvað sem við þurfum að gera í recovery aðferðum að þá séum það og ég seti einhverjum GPS-tölurnar fyrir liðið þar. Já. Ertu með það á Hekken líka, GPS, eða það Georgie sér það? Ég sé GPS-tölurnar hjá Hekken sömuleiðis. Okay. Og þar var mér svolítið, ég hef aðeins verið að glugga í GPS-tölur áður en ég kom til Hekken en aldrei verið í einhverju full force vinnu með það. Og eins og hjá FH þá var Jói algjörlega að sinna því. En þannig að ég þurfti að læra svolítið mikið á það, bara svolítið hratt og örugglega. Og það hefur líka svolítið gefið mér bara nýja vídd á hvernig ég horfi á bæði þjálfun út af velli og svona yfir heildarlótið. Þannig að ég bara mjög feginn að ég fekk það tækifæri. En ég fekk bara þessa grunnkennslu á þetta þegar ég var í náminu úti. Já. Og síðan hefur maður bara þurft að bjarga þessu svolítið sjálfur, sko. Og örugglega margt búið að þróast og breyta síðan og varst í náminu úti, sko. Já, alveg klárlega, sko. Man finnur það, sko. Maður alltaf með puttana á púlsinum og pæla. Mitt klárlega. Þegar ég var úti þá var bara að vera að pæla í total distance og sprettræða, sko. Það var ekkert annað, sko. Það ekki flóknar, ekki dýpri pælingar. Nei, mitt. En það notast við ykkur ákveðna mælingar á leikmenn hjá okkur, hvort sem það í akademíunni eða í aðaliðinu? Já, það svona það sem við erum að reyna það svona svolítið mitt hlutverk að reyna að skapa einhvers konar módel fyrir klúbbinn sem hægt að nota frá aðaliði niður í akademíu. En þá erum við að hugsa kannski bara niður í undir 15 ára drengi og stelpur, sko. Það kannski óþarf að við séum að fara að mæla eitthvað mikið yngra en það. Nei, nákvæmlega. En þar sem sagt pælingin að við reynum að taka það algjörlega minnst 2 á ári, en í besta falli 4 á ári mælingar og þá erum við að taka einhvers konar endurance, oftast það bara jójó, það einfaldast að gera það þannig hjá okkur. Síðan förum við í hopp test
test og það við deilum því niður í sko 3 test. Það þá bara counter movement, bæði með báða fætur og svo single leg og svo long jump. Já. Síðan förum við í mælingu á spretthraða og síðan erum við að mæla hamstring og nárastyrk. Já. Við höfum bara verið að nota svona nokkuð hefðbundin dýnamómeter í það, en núna óskinn að fá þá einhvers konar stærra mælitæki eins og groin bar eða northboard til þess að nýta sér þetta, bæði bara upp á efficiency í mælingum fyrir mig. Já. Og líka þetta bara meira interaktiv fyrir íþróttamannin sko að sjá niðurstöðurnar svona eins og þeir koma út þar. Þægilegt í notkun líka, getur náð góður svona rennsli á allan hópinn á stundum tíma. Það er frábært. Akkurat, nákvæmlega. Og síðan erum við líka við erum með 2 agility test sem við tökum þá með svolítið jójó-testinu. Og það er þá 5-10-5 bara frá miðju hægri vinstri og inn á miðju aftur. Og síðan erum við með tæki sem að hjálpar okkur að mæla sko svona kúrfaða spretti. Já. Og getum þá notað í kúrfu eða þá getum notað svona y-mynstur. Þess að byrja að spretta í beinni línu og taka síðan skarpa 45 gráðu beygju. Og fáum alveg flott feedback af því sko. Ok. Og þetta er græja sem er sænsk og heitir Photon Sports. Sem bara myndavél og vesti og belti sem við getum mælt þetta. Svíarnir eru góðir að gera þessa græðu, þeir eru með 1080 líka og Einmitt. Þeir eru framanlega þessum pælingum. Einmitt. Reynda svo hvað heitir það? Dynospeed koma svo frá Noregi. Skandinavarnir eru með þetta upp á 10 sko. Já, algjörlega. Og náttúrulega búin að vera að pæla í þessu heil lengi, Nákvæmlega. Þannig að það er bara vonandi að við getum fengið sko, já eins og segi, fengið eitthvað inn sem að auðveldar aðeins workflowið, sérstaklega við erum að fara að færa þetta yfir á svona stóran skala, fara með þetta alveg frá aðallegunum niður í 15 ára krakka sko. Þetta er hellingur af fólki sem við erum að mæla sko, þannig að þetta þarf að ganga smurt og vel fyrir sig. Algjörlega. En hvað sér þú svona fyrir þessi næstu skref á ferlinum? Sko, með óraði nú ekki að ég yrði sjúkraþjálfari hjá atvinnuliði svona fljótt á ferilinn minn kominn. En sko nú þegar maður hefur fengið svolítið smjörþefinn að því hvernig að vinna í atvinnuumhverfi, þá langar mann að halda því svolítið áfram. Hvort sem það er hérna úti, það veltur pínu svolítið líka á fjölskylduaðstæðum hjá mér sko. Ég er nú svona pínu búinn að hijacka sviðsjórna af konunni sko og við fórum alltaf bara út af henni sko og svo ég orðinn einhver svaka kall hérna sko. Þannig að það veltur bara svolítið á því sko hvað hún fær og ef að ég fæ einhver tækifæri þegar að það kemur að nýjum samning hjá mér sko. Nákvæmlega. Sem er í lok næsta árs. En okkur líður voða vel hérna í Svíþjóð og við sjáum alveg fyrir okkur að við getum búið hérna aðeins lengur. En síðan er alltaf einhver heimþrá sem maður kallar á mann. Og ef maður fer heima þá væri maður rosalega mikið til í að komast í einhvern klúbb sem að hefur bara fjármagnið í að kannski að byggja einhvers konar teymi svolítið í kringum þetta, þá bæði hvað varðar physical-partinn og sjúkrateymspartinn. Þannig að það væri gaman að geta þróað það einhvern veginn með einhverjum klúbb og svona hjarta segir Víkingur en maður þarf að skoða náttúrulega bara hvað myndi koma. Og auðvitað væri ég til í að geta haldið áfram þessari vinnu með landsliðinu. Það er ótrúlega skemmtilegt að fá að vinna svolítið með þessum ungu gaurum sem eru ennþá svona pínu leir sem maður getur mótað. Nákvæmlega. En það væri náttúrulega líka bara algjör draumur að geta fengið að stíga hærra upp þar sko. En maður er nú bara að passa samur og vill ekki fá allt í einu, þannig að maður tekur þetta bara skref fyrir skref. Það að dreifa álaginu. Algjörlega. Þetta er ríkilega spennandi. Gaman að fá þessa innsýn inn í þetta. En svona í lokin, ertu með einhver námskeið, einhverja bækur eða einhver podcast sem þú mælir með svona fyrir fólki til að hlusta á? Sko, ég hef núna frá því komu út og þá hef ég sótt 2 námskeið hvað varðar sko þjálfun íþróttamanna og ég fekk að hitta Tim Gabbett, hann kom hérna í heimsókn til Göteborgar. Þannig að ég er mikill aðdáandi
á honum, svona hvernig hann horfir á hlutina og hvernig við búum til okkar íþróttamenn. Við þurfum alveg að ýta svolítið á bensíngjöfuna þegar kemur að þjálfun til þess að geta höndlað bara álagið sem kemur í leikjum og leikjatörnum. Þannig að ég horfi svolítið mikið til hans og reyni að halda mér updated á því sem hann er að gefa út og hvað það var þar álagstjörnuna. Síðan fór ég á frekar skemmtilegt námskeið þegar við vorum í æfingaferð í byrjun árs í Marbella. Okay. Það er rosalegt fótboltasenter þar og mæli með fyrir alla þá sem að skipuleggja ferðir fyrir íslenska klúbba, skoða svolítið það, kannski rándýrt, en þetta alveg geggjað svæði. Við fórum tvisvar með FH þangað. Já. 2017-18, geðveikt svæði. Já, einmitt. Og þeir eru búin að updata gymmið sitt, þannig að þetta er rosalegt, Já. Og þetta er svona draumurinn, ef maður ætti endalaust á peningum, þá myndi maður akkurat hanna svona gym, fyrir klúbba. Og þar, sem sagt, það ekki tækifæri til að fara á námskeið með manni sem hefur unnið mjög náð með Barcelona, sem heitir Dr. Dani Romero Rodríguez, heitir hann. Okay. Og hann er allur í, sem sagt, inertial training pælingum fyrir injury prevention, sem sagt, svona eins og bara margir þekkja K-box, eða þá sem er svolítið mikið í hans pælingum. Hann var með tæki sem er frá fyrirtæki sem heitir Versapoli, það sem er svona veggfast og þá getur unnið í alls konar mynstrum og brotið niður hreyfingar og farið í alla vinkla sem hún vilt, Og þetta er rosalega mikið sem við vinnum með núna og þetta er svolítið ný sýn sem ég fekk eftir að hafa farið þarna á þetta blessa námskeið. Og ég hef mikið að vinna með þetta bæði í, sem sagt, return to play fasanum eða return to training fasanum og einnig bara til að viðhalda svolítið snerpunni á tímabili, Og við erum með alltaf einn dag í viku þar sem að við leyfum mönnum bara svolítið að go crazy í þarna, Og það fíla þetta allir og það tekur náttúrulega smá tíma að aðlagast þessu álagi en eftir eina viku til 2 þá er þetta bara orðið eins og það á að vera, Þannig að þetta eru svona 2 gæðir sem ég horfi hvað mest á núna. Já, gaman að því. Ég hef mitt lesið slættið Tim Gabbett, hann er snillingur þessi gæði, Algjörlega. Og ef einhver vill, eins og tölum þetta hann með sér senst þætti, ég og Arnór aðeins varandi, sem sagt, load management, þá er þetta bara kóngurinn þar, Algjörlega. Ef fólk vera betri í svona acute chronic loading pælingum, þá klárlega það gæðin sem á að kíkja á. Algjörlega. Mæli alveg hygglist með bara öllu sem hann hefur gefið frá sér, Já, heldur betur. Þetta eru svona 2 gæðir sem ég horfi hvað mest á. Og síðan er svona 1 gæði núna sem er aðeins að koma inn, þetta er Bram Svinnen. Fann hann bara á LinkedIn. Okay. Það er hægt að fá mikinn innblástur af bæði mælingum og æfingapælingum frá honum, Ég þarf að finna þann gæja. Kíkt á hann er svona skemmtilega pælingar, svolítið ýktur og góður, þannig að það er gaman að horfa á hann. Og sumar æfingar bara, þetta verður eitthvað þegar maður reynir að setja upp sjálfur. En það er skemmtilegt að fá einhvers konar innblástur frá öðrum, Gera það líka. Og svo maður bara sjálfur að setja bullshit filterinn á hvort það make sense eða ekki, Klárlega. Það er kannski líka það sem allir að gera þeir fara á Instagram, vera með að blessa bullshit reytar á, Já, einmitt, það er eins og hann, þeir eru nokkrir sem komið upp í huga, Joel Seedman og einhverju fleiri, Ég vissi þið segja Seedman. Þú bara laðir þetta upp á platta fyrir mig, Það er alveg ótrúlega þægilega sem getur komið þar. Svo kemur allt í bara ein geggjuð pæling á kannski 200 daga fresti. Eitthvað svoleiðis. Nei, það er nú leiðilegt að tala illa um menn, en sumt má hann alveg sleppa því að posta. Já, ég sammála því. Heyrðu, frábær spjall, Kári. Gaman að heyra hvað þú ert að gera þarna úti og bara líka hrikalega gaman að sjá hvað Íslendingar margir eru komnir þarna út. Við erum að fjölga mönnum að þeirra. Já, takk hérlega fyrir að heyra í mér og vilja taka spjallið. Það er bara frábært það sem þetta gera með þessu podcasti, að dreifa svolítið vitneskjunni og bara taka status á fólki, bara að tala svolítið þetta. Það þarf ekki að halda þessu inni, bara láta vita hvað þú ert að gera og reyna að læra af öðrum. Það er það sem það snýst um.
lykillinn í þessu að það er engin leyndarmál þannig lagað, við eigum bara að hjálpast að bæta hvert annað, það er svolítið pælingin og bara sjá hvað við erum að gera rétt í okkar verki. Ertu þarna? Þú dast aðeins út hjá mér, en þannig þetta Sorry komið. maður, þetta er netið. Ég veit ekki hvort það heyrst það sem ég sagði, en ég sagði að þetta er bara einmitt það sem á að gera, er ekki leyndarmál í þessu. Nei, nákvæmlega. En þetta er svona, mér finnst þetta að vera helsti munurinn til dæmis á bara persónum styrktarþjálfari versus sjúkraþjálfari, sko. Mér finnst oft sjúkraþjálfari vera svolítið lokaðari og svona fljótari að benda á galla heldur en það góða, sko. Já. Og það er oft svona verið að koma sökin á okkur annan þar, sko. Ég hef oft fundið þessa tilfinningu hvað varðar þá stétt, sko, á meðan styrktarþjálfarnir eru opnari fyrir nýjum hugmyndum og allt svoleiðis, sko. En það er auðvitað til dæmi um það að maður heyri hitt, sko. En þetta er svona yfir það heila, myndi ég segja, vera munurinn að þessum stéttum, sko. Nákvæmlega. Ljómandi gott, ef ekki að segja þetta gott að sinni. Gerið það. Takk hérlega fyrir mig. Takk sömuleiðis.